Já, komið sæl. Í þessum tíma ætlum við að taka fyrir tvö atriði. Annars vegar hvernig við reiknum okkur tilbaka og finnum virðisaukaskatt af útsöluverði og hins vegar að þessum mismun á prósentum og prósentustigum. En ég ætla að byrja að taka með ykkur eitt einfalt dæmi og þið sjáum vonandi tenginguna á eftir. En hér erum við með gosflösku sem kostar 100 krónur og hvað ætlum kosti mikið ef að verðið hækkar 10%? 10% af þessari tölu hér er 10 krónur, þannig að væntanlega mun hún kosta 110 krónur. En hvað gerist ef hún lækkar aftur 10%? Það er freistandi að segja að hún fer þá aftur niður í 100 krónur. En við þurfum að passa okkur, nú þurfum við að finna 10% af þessari tölu hér. Og 10% af 110 krónum eru 11 krónur. Þannig að þó hún hafa hækkað 10 krónur áðan, þá lækkar hún 11 krónur núna og fer þá niður í 99 krónur. Og af hverju er ég að sýna ykkur þetta dæmi? Jú, vegna þess að það er ekki það sama að taka 10% af þessari tölu eða 10% af þessari tölu hér. Og þetta tengist virðisaukaskatti sem er í dæmi 24 í bókinni hjá okkur. Að ef ég er með útsöluverð, þá get ég ekki tekið 24% af því verði, rétt eins og ég tók 24% af verði með álagningu, sem við fjöllum í síðasta myndbandi, þegar ég bætti skattinum ofan á. Þannig ég ætla að sýna ykkur núna einn lið í dæmi 24 og hvernig við berum okkur að. Ef við flettum upp á dæmi 24 í bókinni, þá var mynd af vörum þar og gefið þér heildarverðið með álagningu og virðisaukaskatti og spurt er hversu hár er virðisaukaskatturinn. Og ég get semst ekki tekið 24,5% af þessari loka upphæð. Því það er bara ekki það sama og þegar ég tók 24% af gamla verðinu til þess að hækka vöruna. Þannig að það sem ég þarf að gera er að nota þessa reglu hér. Ég þarf að finna hvert er gamla verðið. Og hvernig ger ég það? Jú, ef ég held fyrir gamla verðið einni þríhyrningnum, þá stendur taktu nýja verðið og deildu með breytiþætti. Og breytiþátturinn, hann er 1,245 vegna þess að á sínum tíma þá breyttist verðið þannig að 24,5% var bætt ofan á verðið með álagningu. Þannig að ég vel mér einhverja vöru sem er í dæmi 24 í bókinni ykkar og ég valdi að taka verð á tölvunni, blaðsíðu 74 og þá samkvæmt þríhyrningnum á ég að taka nýja verðið og deila með breytiþætti. Sem sagt nýja verðið með skattinum er 149.000 og breytiþátturinn 1,245 og þetta gefur mér gamla verðið áður en skatturinn var settur ofan á. Og verðið á tölvunni þá áður en skatturinn fór ofan á, það var 119.679 krónur. Og ef spurtur skattinn, að þá var hann einfaldlega mismunur á verðinu fyrir breytingu og eftir breytingu. Þetta er verðið þegar allt er komið inn í verðið. Og hér er verðið eins og var áður en skatturinn var lagður ofan á. Mismunurinn er þetta hér og það er einmitt skatturinn sem er á þessari vöru. Og ef þið prófið bara til gamans að taka 24,5% af þessari tölu hér, eins og margir myndu örugglega freistast til að gera til að finna skattinn sem er 24,5%, og þá sjáið þið að þið eru ekki að fá sama svar. Og þetta er ástæðan fyrir því að ef að til dæmis auglýst er tax-free dagar í Hagkaup og virðisaukaskatturinn er 24,5%, að þá voru einhverjir neytendur sem héldu að verðið myndi lækka 24,5%, en það er ekki. Og þess vegna þarf að taka fram í auglýsingunni að lækkunin er örlítið minni. Og eitt dæmi í bókinni fjallar að finna hver sú lækkun er í prósentum. Ég ætla ekki að gefa ykkur það hérna, heldur leyfa ykkur að glíma það sjálf. En í lokin tökum við aðeins fyrir mun á prósentustigi og prósentum og
Hér erum við dæmi sem segir að vextir, kannski bankavextir eða einhverjir aðri vextir, að þeir hækka úr 12% í 15%. Og spurt er hvað hækka er mikið. Og hér er eiginlega hægt að svara dæminu á 2 mismunandi vegu. Við getum sagt að þeir hækki 3% stig, og prósentu stig er einfaldlega mismunurinn hér á milli. Þess úr 12 í 15, og þá er hækkunin 3% stig. Ég má ekki segja hækkunin 3%. Vegna þess að ef ég er að tala prósentuaukningu, þá þarf ég að nota þessa reglu hér, sem við kynntum í einhverju myndbandi fyrr í kaflanum. Þannig að ef ég ætla að athuga hvað þetta breytist mörg prósent, ef það fer úr 12 í 15, þá þarf ég að finna mismunin. Mismunurinn er væntanlega 3. Deila með gamla magninu, eða gömlu tölunni, sem myndi vera 12. Og 3/12 er 0,25, þannig að við sjáum að prósentuaukningin úr 12 í 15 er 25%, en prósentustigaaukningin úr 12 í 15 er 3% stig. Þannig að svarið við spurningunni, ég get annarkvort sagt hún hækkar 3% stig, ég get líka sagt hún hækkar 25%. Bæði þessu svör eru rétt, en þið þurfum að passa að rugla ekki saman þessum 2 hugtökum. En þá held ég að allt sé komið frá mér í bili, og eins og ofta áður segi ég bara takk fyrir mig.